Ísland ég ætla ekki búið að nota neitt svona einstaka sinnum. Þá myndi bíða sérstaklega fyrir Sveinbirni og Ingibjörgu. Já, takk fyrir bendingu. Það aðra ráðum en og Já, já. Heldur að vélin hefði nokkuð átt að vera nær hérna? Smá bakþankar.
Friður Guðs sé með okkur sem eru hér saman komin í Blönduóskirkju á þessum fallega sunnudagsmorgni, 3. sunnudegi í föstu. Býð ykkur velkomin og ég býð ykkur líka velkomin sem fylgist með á Facebook síðu kirkjunar. Þessi guðsþjónusta er alveg hefðbundin. Við fylgjum messuforminu á blaðsíðu 13. Fyrir utan að altarisgangan, hún býður enn sinn betri tíma. Forspilið sem við heyrðum áðan og Eyþór, organistinn okkar, lék svo fallega var eftir Bach, hluti úr partítu. En við hefjum þessa guðþjónustu með því að signa okkur og biðja upphafsbænar. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottin Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Drottin miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Kristur miskunna þú oss. Drottin miskunna þú oss. Drottin sé með yður. Við skulum biðja. Við biðjum þig almáttugir Guð, heyr bænir vorar, barna þinna og lát hina voldugu verndarhönd lífa okkur og hjálpa. Fyrir son þinn Jesú Krist, Drottin vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Fyrri ritningalestur þessa drottinsdags úr annarri Samúelsbók. Drottin, bjarg mitt og vígi, frelsari minn, Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn hjálpræðis míns, háborg mín og hæli.
Frelsari minn sem bjargar mér undan ofríki, lofaðu sé Drottinn, hrópa ég og bjargast frá fjandmönnum mínum. Holskeflur dauðans umluktu mig, eyðandi fljót skeldu mig, bönd heljar hreftust að mér, snörur dauðans ógnuðu mér. Í angist minni kallaði ég á Drottinn, til Guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði hróp mitt í helgidómi sínum, óp mitt barst honum til eyrna. Já, þú ert lampi minn, Drottinn, Drottinn lýsir mér í myrkrinu, með þinni hjálp brýt ég borgar veggi, með Guði mínum stekk ég yfir múra. Vegur Guðs er lítalaus, orð Drottins er áræðanlegt, skjöldur er hann öllum sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema Drottinn? Hver er bjarg nema Guð vor? Guð er mitt trausta vígi, hann greiddi mér götu sína. Þú gerðir hjálp þína að skildi mínum, heit þitt gerði mig mikinn. Þannig hljóðar heilagt orð. Guði sé þakkar gjörð. Og pistillinn kemur úr Rómverjabréfinu. Ég minni ykkur systkin á að hafa gát á þeim sem vekja sundurþykki og tæla frá þeirri kenningu sem þið hafi numið, sneiðið hjá þeim. Slíkir menn þjóna ekki Drottni vorum Kristi, heldur eigin maga. Og með blíðmælum og fagurgala blekkja þeir hjörtu reklausra manna. En hlýðni ykkar er alkunn orðin. Því er ég glaður yfir ykkur og vil að þið séu vitur í því sem gott er, en fákunnandi í því sem illt er. Guð friðarins mun bráðlega sundurmola Satan undir fótum ykkar. Þannig hljóðar heilagt orð. Amen. Guðspjallið skrifar, Guð
Guðspjallamaðurinn Jóhannes. Nú fóru páskar gyðinga í hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum þá seldu naut, sauði og dúfur og víxlarana sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum, líka sauðina og nautin. Hann steypti niður peningum víxlarana og hratt borðum þeirra og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan, gerið ekki hús föður míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að ritað vandlæting vegna húss þíns mun tæra mig upp. Ráðamenn gyðinga sögðu þá við hann, hvaða tákn getur þú sýnt okkur það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkamans. Þegar hann var risin upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta. Og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Þannig hljóðar heilagt Guðspjall. Við skulum standa áfram og játa saman trú okkar. Ég trúi á Guð, Föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Við skulum biðja.
Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sé með ykkur og friður frá Guði föður okkar og drottni Jesú Kristi. Hver er mynd þín af Jesú? Flest okkar eiga ákveðna mynd af frelsarunum í hug og hjarta. Hún amma mín átti mynd af Jesús, mynd sem hékk yfir rúminu hennar, en rúmið hennar og afa var reynda bara sófi á daginn og hjónarúm á næturnar, setustof á daginn og svefniherbergi á næturnar. En húsakynni þeirra í 70 ár voru eldhús, pínulítil stofa og setustofa inn af eldhúsinu. Ekkert svefniherbergi. Það var í þá daga. En kannski eins og litlu íbúðurnar sem við sjáum nú að nú er verið að byggja og fólk er í æríkari mæli að búa í. En myndin yfir rúminu þeirra var að Jesú, þar sem hann steig upp til himna, bjartur yfirlitum, síðhærður með skegg, berfættur, en vafinn einhvers konar hvítu klæði og umvafinn skýjum. Og lærisveinarnir horfðu til hliðar undrandi á, eiginlega agndofa á kraftaverk uppstigningadagsins. Ég skoðaði þessa mynd oft og hún festist í barnshuganum. Og ég get kallað hana fram í huga mér þegar ég þarf á því að halda. En þessi mynd vakti líka spurningar sem mamma mín svaraði mér af skilningi og kærleika og myndin gaf okkur nöfnunum tilefni til að tala Jesú. Myndin var svona hefðbundin biblíusögu mynd. Og hún situr föst í huga mér og er mér mjög kær. Jafnvel þó ég viti að sennilega gaf hún nú ekki alveg rétta mynd af útliti frelsarans eða litarhætti hans. En vonandi eiga biblíusögumyndir aftur eftir að prýða híbýli fólks og vekja upp spurningar barnanna og samræður biblíusögurnar. En það er sagt að börn, unglingar og jafnvel fullorðnir þekki ekki lengur biblíusögurnar. Og skilji síðan ekkert í biblíu tilvitnunum, í bíómyndum eða leikritum eða öðrum listum. En hvernig var Jesús og hvernig er myndin af persónuleika frelsarans? Er hún af meinlausum manni með geislabaug eða reiðum róttæklingi? Hver var Jesú? Hver var hann og hver er hann í þínum augum? Það er merkilegt að hugsa til þess að útlit Jesú er hvergi lýst í Nýja testamentinu. Útlit hans virðist ekki hafa skipt máli þeirra sem rituðu sögu hans. Hitt var mikilvægara í þeirra augum hvað hann sagði, hvað hann gerði, hvernig hann var í háttum og hvernig hann mætti fólki, hvernig hann svaraði og andmælti og elskaði. Já, Jesús var ekki skoðunarlaus maður sem lét almenningsálitið stýra orðum sínum eða gjörðum. Hann tók afstöðu og oft í mikilli mótsögn við ríkjandi venjur. En allt sem hann gerði var gert í kærleika og kærleikurinn er afgerandi afl sem getur, ef svo ber undir, kallað fram mjög afgerandi andstöðu fólks. Já, auðvitað óttuðust margir þennan mann, Jesú frá Nasaret, sem gat leyst menn úr fjötrum af hvaða tagi sem var. Flogaveiki, holdsveiki, blóðlát, blindu, heyrnarleysi, málleysi, geðveiki. Já, og hann sagði sögur og talaði til fólksins, vakti það til umhugsunar, já, og læknaði, huggaði og leysti fjötra. Og hann gaf mönnum aftur málið. Já, mállausum gaf hann mál í tvennum skilningi. Og þau eru mörg í samtíma okkar sem hafa öðlast mál eða rödd. En því miður hafa ekki allir þegnar þessara jarðar öðlast rödd. En kristna þjóðir og við hér á norðurhveli jarðar höfum á undanförnum áratugum gefið fólki rödd sem ekki hafði rödd. Og það er okkar gæfa, það er okkar menning og hún er byggð á okkar kristnu trú. Konur hafa til að mynda á liðnum áratugum fengið mál með nýjum hætti
Og börn hafa fengið mál, þau eru í það minnsta í meira mæli tekin alvarlega nú á dögum en oft áður. Unglingar hafa sterkar rödd í samtímanum, sterkari en fyrr á öldum og aldraðir láta nú heyra í sér í vaxandi mæli aðstæður sínar og kjör. Útlendingar auðga menningu okkar með því að tjá sig á sinn sérstaka hátt og opna augu okkar fyrir nýjum sjónarhornum. Samkynhneigðir hafa líka öðlast mál. Þolendur ofbeldis og misnotkunar sömuleiðis. Já, við sjáum okkur sjálf og þjóðfélag okkar í nýju ljósi vegna allra þeirra sem tjá sig í einlægni. Og við skiljum betur aðstæður meðbræður okkar og systra vegna þess að okkur er sagt frá og við finnum til samkenndar. Já, við eigum að stuðla opinni umræðu hvað sem er og gefa öllum mál sem þurfa að tjá sig. Þannig virkar heilbrigt þjóðfélag best að allir eigi sína rödd í samkór samfélagsins. En víkjum að Guðspjalli dagsins. Þar sjáum Jesú tjá sig með reiði og reiðan hreinsa musterið eða forgarð musterisins. Já, Jesús var kominn til borgarinnar á páskaháttíðina og hann fer beint að musterinu þar sem mikill mannfjöldi og fólk komið víðsvegar frá til páskaháttíðar og Jesús ofbýður. Af orðum Guðspjallsins má skilja að hann hafi hreinlega mist sig, eins og við segjum í dag. Á tímum Jesú var musteri miðstöð mannlífs og viðskipta og fjölmenni á hátíðum gyðinga. Sölumenn buðu dýr til sölu til fórnar í musterinu, dýr sem þurfti að vera hrein á ákveðin hátt og frekar en að koma með sitt eigið fórnardýr sem prestarnir gætu síðan lýst óhreint, keypti fólk dýr af kaupmönnum í musterinu. Sumir komu líka langt að og áttu erfitt með að koma með fórnardýr að heiman. En einnig var eitthvað vandamál með gjaldeyrir í musterinu því ekki var tekið við allri mynt. Sum mynt var með mynd af heiðnum þjóðhöfðingjum. Það mátti ekki nota. Fólk þurfti því að skipta í aðra mynt til að geta keypt fórnardýr og þar komu víxlararnir til sögu og græddu á gjaldeyrisviðskiptum. Já, musteri var orðið að markaðstorgi en ekki bænastað. Og Jóhannes Guðspjallamaður segir okkur að það hefði tekið langan tíma að byggja musterið. Hann segir þetta musteri hefur verið í smíðum í 46 ár. En reyndar var því varla lokið þegar Rómverjar rústuðu því aftur árið 70 eftir Krist. Og nú í dag stendur aðeins veggbútur eftir, grátmúrinn, sem er heilagur bænastaður gyðinga. Og í lok textan segir Jesús geta reist musterið á 3 dögum, en eins og Jóhannes skýrir út þá er hann að tala um nærveru Guðs. Að nærveru Guðs var ekki lengur að finna í musterinu, heldur í persónu Jesú og í hjarta mannsins. Og þar erum við kannski komin að kjarna málsins. Musterið er hjarta okkar, þitt og mitt, sem Jesús hreinsar og frelsar með upprisu sinni. Og hann reis upp á 3. degi. Og í Passíusálmi 38 segir Hallgrímur Pétursson: þeir sem að Kristi krossi senn komu og framhjá gengu, hristu með háðung höfuðinn, honum til brigslis fengu, heitorð sín hefði hann haldið lítt, Herrans musteri að brjóta, á 3 dögum annað nýtt, efna með bygging fljóta. Og þar lýsir Hallgrímur skilningsleysi þeirra sem framhjá krossinum gengu og gerðu gys að orðum Jesú að brjóta musterið og reisa aftur á 3 dögum. Og Hallgrímur segir síðan: sál mín og líf, þær sæmdir hlaut, sjálfs Guðs musteri að heita. Í skírninni því ég þín að naut, það nam Guðs andi veita. Síðan hefur það syndin mörg, sárlega gjört að brjóta. Holds náttúran mjög, elskar örg,
athæfi heimsins ljóta. Já, syndir mannsins og breskleiki, flekkar og brýtur musteri lífs og sálarinnar. Og Hallgrímur heldur áfram, á 3 dögum þar í mót, því hét ég mörgu sinni, með iðrun trú og yfirbót, aftur það bætast kynni. Æ, hvað veitir slíkt erfitt hér, efnin og dug vill þverra, brigslið sem til var búið mér, bar nú Jesús minn Herra. Já, á 3 dögum reyndu við síðan með hjálp trúar og fyrirgefningar að endurreisa musteri sálarinnar, já, með iðrun trú og yfirbót, og Jesú Kristur tók á sig brigslið sem til var búið mér. Hann tók á sig syndir mannana á krossinum og hann forsendan fyrir því að okkur fyrirgefið aftur og aftur. Hann hreinsar af synd, hann hjálpar okkur að brjóta niður og syndar og dauða og endurreisa okkur. Og í 49. passíusálmi stendur, mætast Guðs anda musteri, manns var rétt kristins líkami, því má honum veitast virðing rétt, vel með hófi og stilling sett. Já, í Guðspjalli dagsins má greina átök góðs og ills. Heimurinn vettvangur baráttu syndar og hreinleika. Og svarið við hinu illa fæst í honum, sem sigraði hið illa á krossinum á Golgata. Við erum honum falin í heilagri skírn, honum sem dó á krossi og lagði hið illa að velli, og í því liggur gæf okkar og gleði. Við vitum ekki hvað bíður okkar í hulinni framtíð, en eitt víst að Jesús verður þar. Hann hér og vill fylgja okkur, gefa okkur róm og mál, lofgjörð og bæn á tungu, trú í hjarta og öryggi í sál. Og Hallgrímur segir, svo að lifa ég sofni hægt, svo að deyja af kvöl sé bætt, svo að greftarast sem Guðsbarn hér, gefðu sætasti Jesú mér. Dýr sé Guði föður sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Rísum á fætur og meðtaki postulega kveðju. Guð vonarinnar fylli yður öll fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séu auðug að voninni í krafti heilags anda. Í Jesú nafni. Amen.
Við skulum biðja. Himneski Faðir, þú sem hefur gefið okkur atkvæði í kirkju þinni á jörðu, við biðjum þig að varðveita okkur og styrkja í sannri trú, svo að við í orði og verki vegsum þitt heilaga nafn. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Já, himneski Faðir, varðveit og blessa þjóð okkar, vaki við forsetanum, ríkisstjórn, alþingi og dómstólum. Veit öllum sem forystu hafi í málum okkar vitsmuni og drengskap og láta ráðherra og gjörðir verða þjóðinni til heilla samkvæmt þínum helga vilja. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Náði í Guð, lofaðu sér þú fyrir íslenska mold og mið, vaki yfir bjargræði okkar og lát okkur ekki spilla því sem þú hefur skapað. Venda alla við störf sín á sjó og landi og fylg þeim sem fara loftsins vegu, afstyr slysum og veit okkur að miskunn þinni að við megum lifa í sátt og friði við allar þjóðir. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Miskunnsami Guð, þú sem vakir í föðurkærleika yfir öllu sem þú hefur skapað, við biðjum þig að hjálpa og líkna þeim sem þjást og stríða, sakna og syrkja, styrk þá í trúnni og vek þeim von og traust og lát þá fá að reyna að þú bjargar og blessar, fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Já, algóði Faðir, miskunnar heldum heimi, vend alla menn fyrir voða, rangslitni og kúgun, hindra ofbeldi og stöðva styrjaldir. Já, Drottinn minn, í dag biðjum við líka fyrir þeim sem búa við ógn náttúrunnar og við biðjum þig að styrkja þá sem búa á Reykjanesinu og gættu þeirra, Drottinn minn. Og við biðjum Drottinn, hjálpa heimsbyggðinni í baráttunni við COVID. Og himneski Faðir, við biðjum fyrir sóknarprestinum okkar, honum Sveinbirni og Ingibjörgu og fjölskyldu þeirra. Blessa þau alla tíð. Og allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum Drottni og vegsum hann. Drottni sé vegsemd og þakkar gjöf. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Amen, amen. Við skulum fá okkur sæti og við skulum hlusta á eftirspilið. Einn sálmur eftir, segir Eyþór. Hlýðum á það og tökum undir.
Og við skulum bara sameinast í bæn. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú Guð minn með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orði í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Og nú skulum við hlýða á hann Eyþór spila eftirspil sem er eftir hljómsveitina Daft Punk og heitir Within.